Þú finnur Netto-verslanir á 15 stöðum á landinu. Verið velkomin í Netto. Við tökum vel á móti þér. Komið sæl og verið velkomin í Suðurnesja Magasín sjónvarps Víkurfrétta. Í þessari viku ætlum við meðal annars að skoða endurbyggingu gamalla húsa. Hér á bakvið mig Fischershús, en það rúmlega aldar gamalt. Við förum með keppvískum arkitekt inn í það og skoðum aðeins málin. Hvaða möguleikar eru þarna? Í þættinum förum við einnig til Grindavíkur. Við hittum Grindavíkur Texas Magga. Hver það? Þá kíkjum við í pílu með nemendum í grunnskóla Grindavíkur. Margir vilja meina að mekka pílunar sé einmitt í Grindavík. En við hefjum leikinn í rúmlega aldar gömlu Fischershúsi. Árið 1877 varð Valdimar Fischer eigandi miðverslunar í Keflavík. Keflavíkurverslun hans talin vera fyrsta lágvöruverslunin á Íslandi. Fischer byggði hús í Keflavík árið 1881. Í húsinu var verslunin á neðri hæð og faktorinn bjó á efri hæðinni. Fischershúsið var glæsilegt hús og fyrsta tvíloftaða húsið í Keflavík. Það var tilsniðið í Danmörku, hver spýta merkt áður en því var pakkað niður og það síðan reist í Keflavík án þess að einn einasti nagli væri notaður í grindina. Allt var þar geirinelt. Húsið var síðan lengi í höndum útgerðarmanna og fiskvinnslu fyrirtækja í Keflavík og reyttust af því fjaðrirnar smám saman. Það var órjúfanlegur hluti af verslunartorfinu í Keflavík og jafnframt djást þeirrar gömlu byggðar. Þessi verslunartorfa eins og heiligasta á landinu. Nú unnið að endurnýjun hússins eftir teikningum Páls Vaff Bjarnasonar arkitekts. Við hittum Pál í Fischershúsi og ræddum við hann húsið. Hann hefur verið mjög stór huga. Kallinn á sínum tíma. Það hefur verið það, vegna þess að það ekki mikið að vera á þessum stað. Nei. Það ekki fyrir seinna sem að hann fer að versla í Reykjavík og sem náttúrulega höfuðstaðurinn þá og En hann byrjar hér. Veistu út af hverju? Vitað eitthvað það? Það ekki vitað, en það náttúrulega var hefð fyrir verslun hér, fyrir svæðið, öll Suðurnesin. Því hérna byrjar Jakobíus kaupmaður á 18. öld og hann bjó í kaupmannshúsinu sem við munum eftir sem var sagt að hafi verið rutt hérna niður í fjöru í gamla daga, eða 1961, sem stóð hérna aðeins utar. Og það var elsta hús í Keflavík sem fór þar fyrir lítið. Já. En það var talað ég heyrði talað það, þegar Fischer byrjar með þessa verslun hér, að þá hafi það verið talið vera fyrsta lágvöruverslunin á Íslandi, sem dálítið merkilegt á þessum tíma. Nú hefur verið að gera þetta upp, þetta alltaf einstök staðsetting hérna, við aðal svona Vestlandagötu Keflavíkur, Reykjanesbæjar. Og hefur alla burði til þess að verða bara svona miðpunktur eiginlega. Þessi torfa hérna með gömlubúð, bryggjuhúsinu og bíósalnum og safninu, að þetta verði þetta í rauninni orðið svona miðkjarni, menningalegur miðkjarni. Já, það hefur tekist ákaflega vel til hérna með þessa uppbyggingu og þetta má eiginlega segja, þetta svona næsta skref og það sem maður svona hefur heyrt utan af sér að það sé áhugi fyrir því og það búið að leggja það ákveða að leggja eitthvað fé í áframhaldandi uppbyggingu á húsinu. Já, það búið að gera það og það bara mjög gott mál að bæjarfélagið farið að undirbúa þennan kjarna hérna. Já, þeir náttúrulega löngu byrjaðir á því, ég segi það ekki, en að halda þessu starfi áfram. En ertu með eitthvað hugmynd handa bæjarfélaginu, forsvarsmanni þess, hvað myndirðu vilja sjá í þessu húsi? Ég held að ég myndi helst vilja sjá eitthvað í líkingu við Höfða í Reykjavík, að þetta sé svona eins konar móttökuhús og fyrir sveitarfélagið og bæjarstjórnina og það jafnvel hægt að vera með einhverjar
skrifstofu bæjarstjóra eða eitthvað takmarkað hérna uppi. Og þessi verslun, þessi búðar hérna, staðsetning hér alveg einstök og býður upp á svo marga möguleika að endurgera hana og hafa þar eins konar sýningu. Og hægt að samnýta þá sýningu eða þann sýningarsal fyrir móttökur og ýmislegt annað sem að bæjarfélagið ætti að standa að sko. Ég ekki viss að Keflvíkingar eða Reykjanesbúar átti sig á því að þessi torfa hérna ein merkilegasta torfan af menningarsögulegum toga sem að við eigum í þessu landi. Þetta ekkert öðruvísi. Þetta svo stórt og mikið. Ég tala nú ekki þegar verður farið að grafa upp Keflavíkurbæinn sem hérna aðeins utar. Það sem að tóttirnar eru. En kíkjum hérna aðeins inn í Fissers verslun. Hvað hét hún? Hét hún eitthvað annað? Nei, hún hét það. Nei, þetta hefur nú verið ansi veglega verslun á sínum tíma. Já, það gerðist ekki mikið veglegri sko. Nei. Og hérna, þetta í rauninu höfum við allt hérna inni, eða grunninn að þessari verslun höfum við hérna. Okkur vantar að vísu búðar skenkinn, en hillurnar og hérna, hillur og skúffur og allt, það hérna, sem að þýðir að það bara tiltölulega auðvelt að endursmíða þetta allt. Við getum rannsaka veggina, það að segja liti á veggjónum. Þetta upphaflega veggklæðning í þessi panill. Það hægt að stúdera litina sem eru elstu litirnir og endurbyggja þetta allt. Það bara að kosta peninga, en það voðalega lítið mál að gera það. Það þarf ekki að skálda neitt mjög mikið. Maður sér það alveg hægt að gera þetta og þetta bara svona dýrgripur þetta hús. Já. Það alveg mjög auðvelt í rauninni, það bara smá rannsóknir og... Já. Ekki frekar sjaldgæft að svona, hvað getur við sagt, svona innanstokksmunir séu í rauninni ennþá í svona gömlu húsi? Er það algengt? Nei, það alls ekki algengt. Það helst samt í gömlum verslunum. Það ein í Hafnarfirði sem við hliðina á kirkjunni. Verslun Einars Þorgilssonar, hún er bakari í dag og þar notaði bara gömlu innréttingarnar eins og þær voru og þær voru alveg óskemmdar. Þannig að það þurfti ekkert mikið að gera. En það mjög sjaldgæft að finna svoleiðis. Já. Yfirleitt búið að rífa þetta allt út. En þessi klæðning utan á húsinu sem hérna búið að vera klára núna, hún náttúrulega mikil prýði. Hvernig... Já. Þetta í líkingu við það sem var hér á uppástögum hússins? Klæðningin sem hérna á þessum gafli, að það upphafleg klæðning. Það að segja innri klæðningin, en listarnir eru nýir, sem eru utan á samskiptum. En klæðningin sjálf, hún upphafleg. Þið sjáuð upphaflega klæðningu hér á bakliðinni, það verið að gera við hana núna, akkurat þessa dagana. En á framhliðinni og þessum gafli, þar var eiginlega ekkert eftir, þannig að hún ný. En á gömlu klæðningunni upphaflegu, þar gat ég fundið litinn og allt, sem var síðan endurblandaður og það liturinn sem utan á húsinu í dag. Einhver ástæða fyrir það út að gróska í þessu? Áhugi, og þetta líka mitt fag. Já. En ekki síst áhugi, af því að áhugi fyrir gömlum húsum og svona rannsóknum. Gamall Keflvíkingur. Já, svo náttúrulega blandast það inn í að ég var að þvælast hérna sem krakki. Þegar við vorum krakkar þá vorum við að þvælast inn í bryggjuhúsinu, fara upp í ris og í bókhaldi frá dús upp í kvistinum. Ég bara man vel eftir þessu að við bara gátum setið þarna bara og blaðað í reikningsbókum frá dús. Þú sér gríðarlega mögulega, en hvað með fiskverkunarhúsin sem búið að vera að nýta eitthvað og rífa líka? Sérðu eitthvað á þessu svæði við húsið? Hvaða möguleika sérðu þar? Ég hef nú ekki gefið því mikinn gaum svo sem, en mér finnst ástæða til þess
að hreinsa allt upp hérna og endurbyggja steinvegginn sem er orðinn dálítið götóttur og eiginlega horfinn hérna fyrir Túngötu og að gera þetta og væri gaman að gera þetta annarkvort svona aldingarði eins og Ólafur Ólafsson hérna hafði draum sínum eða þá ég veit ekki hvort það mætti nokkuð eða mér finnst að ég ætti að byggja nokkuð þarna á þessu. Ég er ekki viss um það. Það er bara mjög mikils virði fyrir hvert bæjarfélag að eiga svona torfu sem að segir sögu bæjarins bara með því að horfa á þetta og kannski kynna sér þetta aðeins og eins og ég sagði áðan þá er ég ekki viss um að hérna Keflvíkingar átti sig á því að þessum perlum sem þeir eiga og það eru fleiri perlur hérna sem á eftir að taka sem er til dæmis gamla Ungó sem var Knútssons verslun. Hún er þarna líka. Þetta mætti að mínum áliti fara og halda áfram að byggja upp hérna menningar eiginlega setur Reykjanesbæjar. Hefur alla burði til þess og vonandi verður það í framtíðinni. Og á skemmtilegum stað hérna við sjóinn og ég meina eitthvað hafa menn verið að hugsa þegar þeir byggðu þetta á sínum tíma. Þeir vildu náttúrulega vera nálægt sjónum. Nálægt sjónum og nálægt bátum og skipum sem komu með vörur og slíkt eða afla. Já. Þannig að það var bara eðlilegt að byggja við sjóinn. Já. Þannig að þetta er eitthvað sem við komum þeim skilaboðum til forsvarsmanna Reykjanesbæjar. Haldið áfram að gera eitthvað gott hérna. Já, ég vona að ég geri það. Styðjum öflugt atvinnulíf, menningu, mannlíf og íþróttir á Suðurnesjum. Pétur Úðri Guðmundsson er Suðurnesjamönnum helst kunnur sem leikmaður og þjálfari í körfubolta þar sem hann átti farsælan feril með Keflavík og Grindavík. Pétur er nú orðinn landsliðsmaður og þjálfari undir 18 ára landsliðs Íslands í pílukasti sem hann segir ört vaxandi íþrótt. Pétur sjálfur hefur verið að kasta pílum í 20 ár og öðru hvoru samhliða körfuboltanum. Ég kem til Grindavíkur eitthvað 91-92, svolítið langt síðan og hérna kynntist á Marel Guðlaugssyni sem var hérna körfuboltagúrú hérna í Grindavík. Og þegar ég kem hingað þá var hann alltaf að kasta í pílu svona öðru hvoru heima á sér. Og þá byrjaði ég svona að kasta og hérna svo þegar meðan ég er í körfuboltanum þá er alltaf mót náttúrulega í gangi í pílunni og það finnst öllum gaman í pílu. Þá ákvað ég bara að fara á mótin og stundum fórum við saman ég og Marel eða þá ég fór með einhverjum öðrum. Þannig ég hef verið að kasta pílu kannski svona 20 ár bara með í rauninu körfuboltanum án þess að vera að æfa mig. En svo fyrir 2 árum síðan þá hérna kemur strákurinn til mín. Og hann sem sagt spyr mig að setja spjald í bílskúrnum og ég er svona álítið hissa hvaðan þetta kom og þá kemur að ljósa að hann var búinn að vera að kasta einhverja 1-2 mánuði hjá afa sínum og komið rosalega áhuga þannig að við settum við spjald og núna undanfarin 2 ár höfum við verið að kasta bara eins og vitleysingar og mætt í öll mót sem við komumst í og hérna og það er náttúrulega með þetta eins og allt annað ef maður æfir sig þá náttúrulega getur maður náð einhverjum árangri og ég fór að sækjast því að komast í landsliði og náði því og hann er til dæmis að spila núna við svona maður kallar meistaraflokksmenn og hann er alveg yfir pari þar, hann er alveg yfir miðju í getu þar. Þannig að hérna, eins og ég segi, þetta er svona bara stigmagna svolítið svona og svolítið honum þakka hvað ég er komin á djúpt inn í þetta núna. Hvernig íþrótt er þetta? Hvað er svona heillandi finnst þér við píluna? Sko ég er náttúrulega mikil keppnismaður eins og segir og það tók mér svolítið tíma að tengja keppnisskapið við píluna því pílan er svona meira, þú veist það er svolítið heiðursmanna íþrótt líka þó að maður sjá í sjónvarpinu þessu öskrandi og læti þá það er ákveðin tímapunktur sem það má gera. Þannig að tók mér smá tíma að tengja keppnisskapið við það og það er svolítið sem er að heilla mig. Það er, þú veist, ég er ennþá að keppa, ég er ennþá í keppnisskapi og er komið með markmið að ná einhverjum markmiðum þannig að það er svolítið svona sem að heillar mig og svona er ótrúlega bara gaman þú veist að stúdera píluna að pæla hans í hvað þeir eru að gera. Þetta er svona íþróttekundin sem að flestir virðast geta gripið í en hvað þarf mann til að vera svona að taka þetta næsta stig, verða það virkilega góður kannski í pílu? Sko það er alltaf allt til á YouTube
það náttúrulega bara getur alveg fundið út hvernig þú getur orðið góður í pílu, hvernig á að kasta og svoleiðis. En í raun og veru bara eins og í öllu öðru, þú þarf bara að æfa þig, þú þarf að fara á spjaldið og kasta. Og ég meina, ég horfi svolítið á þetta bara eins og körfuna. Ég reyna að æfa á hverjum einasta degi einhvað, þó að sé ekki nema 10-15 mínútur sem ég kasta pílunum. En svo náttúrulega koma mótin þar sem maður er kannski 2-4 tíma að kasta og svo stundum heima fyrir, þá náttúrulega kemur alveg fyrir, maður er að taka klukkutíma, 2 tíma æfingu. En ef maður ætlar að vera góður þá náttúrulega að gera mæta á mótin sem eru til staðar og spurja þá sem eru í pílukasti og fá punta frá þeim. En eins og ég segi, það er sama hvað íþrótt þú vilt, eða hvað þú vilt læra, hvort þú vilt læra að prjóna eða kasta pílu, þá er það til á YouTube. Nú hefur þetta verið svolítið hérna í skólanum í Grindavík, hvernig svona kom það til? Já, það var alveg æðislegt hvernig það kom til. Ég sem sagt fór til skólastjórans hérna og spurði hvort það væri tilbúin að hafa pílu sem valfag. Og þau tóku svo rosalega vel í það, en það er pílukast alveg ótrúlega flott tæki til að ná einbeitningu, sem tengist náttúrulega náminu, þú þarft einbeitningu. Þetta er náttúrulega starffræði og þú ert að hafa gaman að starffræði á þess að fatta þá ertu náttúrulega að reikna og ýmislegt annað. Og ég veit að í Holland og Bretlandi að þá er þetta bara inn í skólakerfinu bara partur af því og það er bara starffræðikennsla í pílu. Og þá er þið bara upp á töflu með þess að líka að, að fara yfir hvernig þú gerir hitt og þetta en mest með eins og þetta að kasta og hafa gaman. Þetta byrjar að breiða út boðskapinn hérna á svæðinu, gamla heimabænum og þar og svona? Ég var búinn að tala við mitt hann Sigurður Ingimundar með valfug þar og hann sýndi sem mikið áhuga þannig að í raun og veru bara boltinn svolítið að koma til hans gögnum sem við erum að nota hér. Og ég vona svo innilega, ég veit að Pílukastfélag Reykjanesbæjar er búinn að vera lengi að reyna að koma sér þar inn. Þannig að leið og einhver byrjar, þá náttúrulega opnast alla dyr held ég og að því að þetta er mjög gott tæki til þess að vinna með ýmsa hluti sem bara hjálpa til í náminu líka. Og núna, unglingastarf, það hefur ekkert verið til staðar hingað til kannski í pílunni? Nei, pílan hefur verið svolítið tengt við poppasport og bílskúrsport og hún er ennþá þar. En að samanskapi er náttúrulega vöxturinn í pílunni gríðarlegur og það er að því að það er að vaxa frá þessu líka. Það hefur annars vegar svona hobby og alvöru. Og þá leið gerist þetta að það verður til unglingastarf þar sem þessir unglingar alast upp við það að þetta sé alvöru. Og þetta er náttúrulega orðið, atvinnumannadeildin og annar er rosalega stórar og miklar og það séu þetta ekkert endilega sem krakkarnir eru að sækjast eftir. En það er möguleiki. Ef þeir hafa áhuga á því og vilja gera þetta að einhverju til dæmis atvinnu, þá er það möguleiki. Nú er þetta kannski einmitt svona á jaðrinum hérna í sportinu á Íslandi. Hvernig er þessi sena svona? Getur lýst þið kannski í nokkrum orðum? Já, hún er búin að vera frá því að vera svolítið svona eins og ég segi, svona bílskúrsport. Yfir því að núna í dag er deild til dæmis að sem mætir á hverjum einasta mánskvöldi 90-100 manns og spilar í deild. Og það eru alltaf 2-3 mót hverja einustu viku sem er í gangi í Reykjavík. Og Akureyri er líka verið að spila þar og svo er Reykjanesbær líka með sitt í gangi þar. Þannig að þetta er svona hægt og rólega að stækka þannig að ég held að flestir sem er að kasta í bílskúrum þeir fara að mæta á þessi mót og láta sjá sig. Og bara það að við séum að búa núna til U18 sýna þennan möguleika fyrir fólk og fyrir krakkana að því að minn draumur er það sá og ég ætla bara að setja hann í loftið að ég og drengurinn ef hann hefur áhuga og heldur áfram að við munum spila í Ólympíuleikunum fyrir hönd Íslands. Að því að í framtíðinni sé ég þetta fyrir mig sem ólympíusport og það er kannski eftir 8 ár, kannski ekki næstu heldur eftir 8 ár. Og þeir sem hafa verið að æfa núna og gera sig kláran eiga kannski möguleika að fara á Ólympíuleikana í pílukasti. Fyrir mér er það mjög heillandi. Hvort sem þetta verður á raunveruleika ekki, þá er þetta eitthvað sem ég er búinn að setja með sem markmið. Nú ertu ennþá á fullu í körfunni sem þjálfari, ekki satt? Jú. Hvernig finnst þér þetta eitthvað svipað að einhverju leyti, hvað nýtist úr körfuboltanum í þetta? Alveg klárlega. Og bara eins og ég talaði kannski áðan, hvað hugurinn er mikilvægur í öllum íþróttagreinum. Og minn styrkleiki í kannski körfunni var kannski ekki tæknilegir hæfileikar en ég var mjög meðvitaður hvað þurfti að gera hugarfarslega til þess að ná þeim árangri sem ég hafði með það hæfileika sem ég hafði og það er náttúrulega bara alveg nákvæmlega eins í pílunni. Ef þú byrðir til markmið, ef þú passar upp á það að vera búið undirbúið allt sem getur gerst í leiknum og hafa hugan í lagi, þá fer vöðvarnir í gang og þá ertu í raun og veru að ná árangri. Þannig að mér finnst rosalega mikið tengingan á milli.
Hann var eitthvað kunnulegur kappinn sem tók á móti fréttamönnum Víkurfrétta í íbúðarhúsi í Grindavík í vikunni. Svo virtist sem sjálfur Maggi á Texasborgurum væri mættur á svæðið, en þó aðeins smærri í sniðum. Þarna var hins vegar á ferðinni nafni þess á Texasborgurum, nefnilega hinn 10 ára gamli Magnús Máni Magnússon, sem nýlega sigraði búningakeppni á 13. í Grindavík í 3. sinn, en mikið lagt upp úr deginum í bæjarfélaginu. Börn klæða sig upp í búninga og ganga milli húsa og biðja sælgæti í poka. Segðu mér, Magnús, hvernig þessi 13. gleði hérna í Grindavík? Ekki svolítið mikið fjör á 13. Jú, við förum í hús og sníkjum nammi í búningum, svo er náttúrulega búningakeppni. Ertu búin að gera þetta síðan og manst eftir þér? Já, bara, þetta er rosalega skemmtilegt. Búningarnir er náttúrulega skemmtilegast að við þetta. Já, eiginlega, búningakeppnin. Hvenær er svona, manst eftir svona, fyrst þegar þú fórst að finna þér einhverja búninga og búa til búninga? Já, ég var nú einu sinni manni eftir, ég var lítill, þá var ég raketta. Það var svakalegt. Reynirðu að hafa búningarna svolítið öðruvísi, svolítið frumlega og skemmtilega? Já, eitthvað sem er mjög, svolítið erfitt að gera og þú veist, alltaf eitthvað sem er á árinu, svona eitthvað fyndið og þannig. Hvernig finnstu hugmyndina að honum nafnaðinum og Texasborgurum? Já, mér fannst það fyndið í áramótaskaupinu og svo er það líka bara í fréttaði einhvers staðar. Og þekktur eitthvað til hans? Vissirðu svona hver hann var fyrir áramótaskaupið og svona? Já. Varstu búin að sjá hann kannski alls konar myndbönd og svona? Já. Ég hef búin að sjá hann svolítið oft, sko. Varstu búin að sjá þegar hann tala um gúmmítri? Það fannst mér svolítið fyndið. Getur sagt mér aðeins frá búninu bara, hvaðan kemur þetta svo eftir? Já, þetta hérna, að ég fekk þetta á hótelinu á mömmu og svo skeggið það náttúrulega bara hestinum. Ekki hestinum hjá bróðinu? Já, hestur bróðins. Og var svo bara til hattur og svona? Já, fengum hann einhvers að langa hann. Og svo bara búið í bumbuna? Já, mjög þröngu bólur. Og svo náttúrulega hefur verið annar Magnús líka sem er gammal frægur lattakarakter. Hvernig kom það til? Ég var eitthvað búin að sjá hann eitthvað aðeins í sjónvarpinu, svo fannst mér það svo fyndinn. Alltaf með hendin í fötinu og með brúnn í kringum munninu. Getur hentað hans eftir honum eða? Kanntu röddina? Ég man ekki alveg eftir, man bara hvernig munnurinn hann var alltaf með neðri vörina komast yfir. Og svo náttúrulega hentaði vel að hann átti svona bróður sem gæti verið með honum. Já, sem gæti verið bróður minn náttúrulega líka. Og bróðurinn er náttúrulega svolítið góður í búningunum líka, eða ekki? Jú, mjög góður líka, sko. Þannig að hann er búinn að vinna. Hann býr líka svo oft til sína búninga, sko. Já, er svolítið keppni á milli bræðranna? Nei, sem betur fyrir erum við í sikkurum flokknum. Hann er bara yngri. Þá erum við í sikkurum flokknum. Hvernig er mitt þegar þú ert að labba í hús og kemur í svona búning? Hvernig er fólk að bregðast við þér? Það er misjafnt eftir hvað er. Ef þið þekkja hann vel, þá fara þau svolítið mikið að hlæja og kalla fleiri inn úr húsinu og sýna þeim bara öll að hlæja. Var það þannig núna? Já. Það voru nokkur hús sem voru alveg rosalega mikið að hlæja, sko. Og þú ertu svolítið svona leika, sittað í karakter, finnst þér gaman að leika svolítið? Já, svona eftirherma. Og getur þú hugsað þér að vera leikari eða eitthvað svoleiðis, veistu hvað það langar að gera framtíðinni? Já, ég var alveg til að vera leikari, eftirherma. Segð mér aðeins frá hamborgarunum, þú ákveður, það er öll svona smáatriði, það er alveg hugsað út í þetta. Já. Og settið þú þetta saman allt sjálfur og svona? Já, sko, fyrstu, ég var að náttúrulega búa til aðra. Þeir urðu enn ógeðslegri með því að þeir duttu í gólfi og allt gáli á gólfi og ég tók það aftur upp og setti það aftur onni. Nú ertu búin að teikna aðeins á þessa, út af hverju? Já, mér fannst bara svo fyndið, fengu matareitrun og þá voru þeir eitthvað skemmtir.
Við þökkum fyrir áhorfið, minnum við á aðra miðla Víkurfrétta. Við erum að gefa út fréttablað hér alla 50 daga. Skrifum nýjar og ferska fréttir á Víkurfréttavefinn vaff.is og sömuleiðis fyrir kylfingana á kylfingur.is. Þið getið séð þennan þátt á hringbraut.is og á Víkurfréttavefnum vaff.is. Við endum þáttinn með klippum frá Annál á Þorrablóti Keflavíkur. Það var mikið stuð þar, rúmlega 600 manns. En við þökkum fyrir okkur að sinni. Verið sæl. Það lítur ekki vel út, strókar. Skæri! Nei, Sævar, hvað að gera? Garðar, réttum við frá Kleenex. Það eru strákar, hann bara alveg að krassa. Strákar, hlustiði. Hvað hljóð þetta? Shit, maður, lóan kominn. Það með helvitis mengunin af þessu kísilveri. Það Reykjanes bara ekkert að gera í þessu. Getur þú svarað því, Guðlaugur Helgi Sigurjónsson? Ég sá þú takkaði þig. Við erum að dreifa grímu. Gjör svo vel. Takk að þér. Ragnheiður Elín Árnadóttir, fyrrverandi iðnaðarráðherra, laut í lægra haldi í prófkjöri Sjálfstæðisflokksins í Suðurkjördæmi en skilyrði flokksins þess efnis að frambjóðendur yrðu að vera miðaldra karlmenn úr Vestmannaeyjum bárust henni of seint. Að því tilefni tók hún ekki selfie. Really? Ég veit það ekki. Heldur þurfa aðeins að bæta á þetta. Ragga, þú ert maðurinn. Bókaðu bílinn þinn á bílahótel og láttu degra við hana meðan hún ferðast. Bíllinn bíður þín svo tandur heill við heimkomu, beint fyrir utan. Bílahótel.is